Hjá mér sestur Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra og þingmaður og formaður starfshóps kosti og galla EES-samningsins. Við ætlum að ræða þann ágæta samning og hvort við getum mögulega sagt skilið við hann, hvaða afleiðingar það hefur. Það uppi pólitískar raddir í þá veru á Íslandi þessi misserinn. Við ætlum líka að ræða þriðja orkupakkann, kosti hans og galla og hvort við yfirleitt þurfum að taka hann upp og að endingu aðeins sýn Björns á Brexit, áhrifin á Bretana sjálfa og okkur Íslendinga af útgöngu Breta úr Evrópusambandinu sem hefur nú verið samþykkt af Evrópusambandsins hálfu. Björn, velkominn. Fyrsta lagi með orkupakkan, þurfum við að taka hann upp þann þriðja? Já, við höfum náttúrulega samþykkt að við samþyktum á Alþingi utanríkismálanefnd, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og atvinnumálanefnd Alþingis samþykkt í nóvember 2014 að þessi pakki fjalli innan ramma EES-samstarfsins. Og það væri tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar? Jú, og Gunnar Bragi Sveinsson var utanríkisráðherra. Þá var það ákveðið að hann fjalli innan ramma EES-samningsins, síðan var það tilkynnt og í árinu 2017 þá ákvað þessi sameiginlega nefnd sem ákveður þetta lokum innan samstarfsins að það ætti að innleiða þetta sem hlut af EES-samningnum. Þannig að við erum að í rauninni að súpa seyðið af ákvörður þessar... Já, súpa seyðið. Ég held að þegar menn lesa álit nefndarna sem þá voru birt og eru hægt að skoða að þá var ekki þannig tónn í þeim álitum að menn vera að súpa neitt seyðið. Þvert á móti var sagt, við höfum farið yfir þetta, við höfum grandskoðað þetta fellur inn að ramma stjórnarskrárinnar, þetta skynsamlegt skref í framhaldi af fyrri ákvörðunum sem Ísland hefur tekið í orkusamstarfinu við Evrópusambandið innan EES. Og það var enginn sem gerði neitt veður út af þessu þá. Orkupakkin í sjálfu sér og felur í sér ákveðna neytendavernd, það verið að skipta upp fyrirtækjum hvað varðar framleiðslu, dreifingu, sölu í þágu neytenda. Þriðji orkupakkin svolítið í takt við svona auki aðhald hvað náttúruvernd og dreifingu raforku snertir. Sérðu galla við upptöku þriðji orkupakkins? Ég sé það nú ekki ljósi þess sem við höfum verið að gera sem aðrar EES-samningnum og þá hann ekki neitt stílbrot á nokkurn hátt eða við að ganga lengra heldur en eðlilegt miðað við þann ramma sem við höfum sjálfur sett og fellur innan okkar stjórnarskrár. Nú síðan geta menn náttúrulega spunnið alls konar hluti í kringum hann og gert hann óhugnarlegri heldur en hann verið að spinna? Já, það spunnið mikill í kringu þetta því að það alltaf líka velta fyrir sér hvað gerist í framhaldinu og hvenær kemur 4., 5., 7., 7., 8., 9. Það sem að gerast í Evrópusambandinu við sjáum í þessu þú segir þessi pakki snýst það að það sé regluverk sem segir þegar þjóðir að selja orku á milli landa eða yfir landamærin og það kemur upp ágreiningur á milli þeirra sem að kaupa og selja og það þarf að jafna þennan ágreining að þá sé þetta skjóta því til sameiginlegrar eftirlitsnefndar. Sem þessi ACER. Nú síðan verið að það sem þarf að gera hér þegar nefndirnar fóru yfir þetta 2014 þá við þurfum að hafa þann fyrirvara, við þurfum að breyta lögum, það þarf að breyta lögum varðandi Orkustofnun og annað slíkt. En það ekki þannig stórvægilegt í þessu sem gerir það að verkum að menn eigi að hrópa svona upp eins og gert nema þeir séu að reyna að taka EES-samningin í gíslingu eða koma af stað einhverjum pólitískum óróleika. En hvað lest þú í þetta? Þú ert hókina reynslu sem stjórnmálamaður. Þetta til heimabrúks? Þetta nú til heimabrúks en það í stjórnmálum hér þetta til heimabrúks. Ég held að menn annar staðar velta þessu ekki mikið fyrir sér, þó Norðmenn og við verum að muna eftir því að Norðmenn tókust hart á en þetta Norðmenn eru tengdir Holland og Þýskalandi og með orkustrengjum, það horfir öðruvísi við þeim. Og þeir sem eru undir í Noregi, þeir hafa greinilega snúið sér til Íslands og reynt að því ef Íslendingar samþykkja þetta ekki að þá hætt á því að þetta komist ekki til framkvæmda og þá skapar það vandræði fyrir Norðmenn og þá getur þeir sem urðu undir í Noregi sagt sjáuði Íslendingar hafa stoppað þetta við höfum sigrað. Þetta innfluttur órói? Já, þetta að verulegu leyti innfluttur órói því að
eins og ég segi 2014 og það síðan verða þessi átök í þingjunni að lokast í Noregi í ársbyrjunum áramótin eða hausti 2017, ársbyrjun 2018 og þá byrjar þetta að gerjast hér. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að draga þá ályktun að þetta sé, menn hafi hringt á milli landa eitthvað eða sendt skilaboð, nú takið þið við boltan. En eru menn þá vísvitandi að fara fram með rangindi til þess að skapa einhvern óró og umönnan þriði orð? Ég segi, þú sagði spuni, ég tel að sé spuni í þessu, það sé verið að mikla þetta og það sé verið að segja eitthvað óhugnarlegt geti gerst, mála skrattan á vegginn. Eiga menn að vera að mála skrattan á vegginn? Það spurningin. Já, viltu það? En sko, þetta virkar þannig á almenning að sko ESB-grílan sé að koma hérna og taki lurgin á okkur. Nei, það er algjörlega alveg rátt. Það er ekki þannig. Það er ekkert í þessu því að eitt af því sem menn segja tveggjastoðakerfið sem við höfum lagt höfuð á að slá, ég veit ekki hvort þú vilt að ég fari með fyrirlestur það, en það virkar í þessu og það felur í sér að við föllum undir eftirlitsstofnanir sem við eigum aðild að og ESB er með sitt eftirlitskerfi. En partur af spunanum sá að þetta muni enda með sæstrengi milli Íslands og þá vantilega Skotlands, vel að merkja Bretland sem að fara út úr Evrópusambandinu. Hvaða þýðingu myndi það hafa að tengjast evrópska orkukerfinu? Vel að merkja reyndar ekki Evrópusambandinu vegna þess að Bretland verður þá komið út úr. Þetta mál hefur verið til athugunar formlega hjá stjórnvöldum síðan 2012. Það liggja fyrir skýrslur. Síðasta skýrslan frá 2016 og það er alveg farið í sauman á þessu. Þegar eftir þessu skýrsla, og þá voru nú Sigmundur Davíð og David Cameron hittust hér á landi og þeir ákváðu að halda þessu áfram og sjá hvað kæmi út úr þessu. Sigmundur Davíð sagði, það má ekki hækka orkuverð á Íslendinga og það er sjónarmið sem ber að hafa í huga. En síðan hefur enginn haft neitt sérstakann áhuga á þessu. Og síðan Ísland skráði svo okkur lista, það er listi eða Landsvirkjun og Landsnet skráðu Ísland á listi sem er framkvæmda styrkja listi á vegum Evrópusambandsins, felur enga skuldbindingar í sér, er kannski svolítið óskarlisti ef til þess kæmi að þá erum við á listanum og getum fengið peninga úr innviðasjóðum Evrópusambandsins eða þeir sem fari í það að leggja þennan streng ef að til þess kæmi. Hitt að það sé hægt ykkur útlendingar geti tekið sig saman að leggja streng til Íslands, komið með hann hingað til þín og stungið honum í samband og sagt að nú átt að framleiða orku inn á þennan streng, það er bara það er hluti af spunan. Þannig að þetta er mikill spuni. En sko, það hangir eitthvað á spýtunni. Viltu merkja það svo að það sé hafið eitthvað pólitískt staður það að ganga út úr EES-samningnum? Það eru sumir sem segja það og ég held að þegar ég var í formaður í starfshópi að 3 manna hópur sem utanríkisráðherra sett af stað að ósk Alþingis að koma fram fyrirspurnir og þegar maður velti fyrir sér tilefni fyrirspurnarna og umræðnarna sem verði kringum það og les þingskjölin, þá læðist aðmanni svo hugmynd, einhverjir sem virkilega tala það að við eigum að fara úr evrópska efnahagssvæðinu. En það liggur það sé komin alvara í hennar? Hjá hverjum? Já, við erum búin að halda 10 fundi, þessi ágæti hópur. Við erum búin að fá 35 gesti og við erum búin að tala við á menn og konur, kall og konur, hvaða næfa úr þjóðfélaginu sem er með fingurinn og púlsinum í þessu. Það er enginn sem kemur til okkur og segir, heyrðu, ég væri betur settur ef við færum yfir evrópska efnahagssvæðinu. Ég hef ekki, hefur heyrt eitthvað? Nei, sko það þorir enginn að segja það berum orðum. Ég held að sé ekki að þora, ég held að sé frekar að finna einhver ástæðu til þess. En þú varst formaður utanríkismálanefndar þegar við tókum upp EES-samningin í upphafi 10. áratugarins, hann tók gildi 94. Þetta voru mikil viðbrigði og stór samningur og þáttaskil í íslenskum stjórnmálum. Hvað myndi gerast ef við segðum skili við samningin? Það var mjög gaman að geta reiknað það út því að við erum að færa klukkuna tilbaka og við erum að fara inn í þjóðfélag sem er allt öðruvísi. Hvernig þá? Hvaða vilt að ég taki? Hvaða dæmi vilt að ég taki? En sér þessa sviðsmynd fyrir þér? Við getum bara farið, það kom nú út bók eftir sakfræðinga í 2 bindum í fyrra hvað hét hún, viðskipti þjóðarinnar alveg frá upphafi fram til okkar daga. Akkurat.
og þar skrifa Guðmundur Jónsson prófessor grein þróun efnahagsmála og viðskiptamála á okkar árum núna á þessari öld og frá stríði og menn þetta bara að lesa þá bók, ég ætla ekki að fara að rifja það upp og lesa hvernig ástandi var og hvernig það hefur breyst. Það kom bakslag í þetta allt saman hjá okkur með bankarhruninu og fjármálarhruninu. Við settum neyðarlög og það var spurningu það, þessi neyðarlög sem við settum, geta þau gilt innan Evrópska efnahagssvæðisins? Erum við ekki að ganga of langt að hrifsa til okkar einhverja bjargkringi sem við megum ekki sem aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu. Þetta fór fyrir eftirlitsstofnun EFTA, þetta fór fyrir EFTA-dómstólinn og það var sagt Íslendingar hafa fullt leyfi til að gera þessar mótvægisaðgerðir sem þeir gripu til og hefði náttúrulega að grípa til fyrr í raun og veru þegar maður lítur á söguna. Frjálslæði sem kom í peningamálum og fjármálum og bankamálum, það var svo mikið og maður bara töpuð áttum. Það voru ekki til nægilegar bremsur og mótvægisreglur sem við höfðum í okkar löggjöf til þess að sjá við þessu. En þegar þetta skall á okkur, þá settum við neyðarlögin og þau voru viðurkennd og þau eru hluti af þessu dæmöllu saman sem þarf að skoða og síðan eftir að við fórum að gera okkar ráðstafanir þá er augljóst að margt af því sem við ákvaðum að gera hefur núna komist inn í evrópska löggjöf. Þannig að þetta er ekki bara það með afstætt að við séum bara eins og kalkípappír eða eitthvað eða faxvél, en það er ekki rétt. Við höfum okkar tækifæri til að koma og framfæra okkar sjónarmiðum og í þessu tilviki er alveg augljóst að margar ráðstafanir sem við gripum til eru núna orðnar viðurkenndar hluti af evrópskri löggjöf. Það er svigrúm innan samningsins. En sko, það er ákveðið bakslag í alþjóðahyggjunni í dag hér heima og víðast hvar í Evrópu, Bandaríkjunum. Sérðu fyrir þér að það skapist pólitískt svona færi á því að flokkar bjóði upp á þennan kost að fara út úr EES? Það getur vel verið, þetta getur verið ef þú ert að fara út á þessa braut, það getur vel verið að með í flokk eitthvað sem eitthvað trumpism. En það þýddi að klukkan myndi færast áratugi aftur í tímann? Já, ég er talsmaður frjálsrar verslunar og ég held að ef þið lest þessa bók Líftau landsins sem hún heitir í 2 bindum, stór og merkileg bók. Ef þú lest hana, að þá sérðu, þá sjáum við og þá skynjum við. Nú, Jón Sigurðsson forseti var með þetta sem aðal baráttumál fyrir frjálsra verslun og það sannast ætlum við núna alltaf að fara að færa okkur, hvað ætlum við að fara langt aftur? Já, þetta aftur fyrir EFTA? Akkurat, það er spurning. En væri þetta róttök fyrir frjálsa verslun? Það verði róttök, ég átta mig ekki á því hvað myndum við segja að fiskmarkaðarnir lokuðu. Eitt var að við fengum mjög góðan samning fisk í sambandi við þetta. Og fyrst þarna þegar samningarnir voru það var afrek hjá íslensku samningamönnum og hvað náðu skoðu samningur fyrir fisk. Við fengum betri samningar en normenn. Markaðsaðgangur er eitt, segja menn, frjálst flæði er annað og við höfum fengið frjálst flæði fyrir fisk núna. Áður var það þannig að þeir fengu markaðsaðgang og það þetta farið gegnum ákveðnar afgreiðslustöðvar á nokkrum stöðum í Evrópu. Eftir að við fengum frjálst flæði fyrir fisk þá getur kaupmaður eða veitingamaður í Brussel hringt og sagt ég vil fá þennan fisk á morgun og ég vil fá hann til IS í flugi og ég tek hann og svona. Og þetta er frjálst flæði. Og það sem gerist líka er það að útgerðin hagar og útflutning af fisk er hagað þannig að menn flytja hann með skipum til Bretlands fyrir helgi og mánudögum er hann komin til kaupenda í Evrópu. Þetta kerfi er allt í uppnámi til dæmis og við tökum það. Eða flugið. Open skies stefna sem við erum aðilar að. Það sem við höfum, og Bretar hafa áhyggjur af hvað gerist fyrir þá þegar þeir fara út og við höfum að hafa áhyggjur af því hvað gerist fyrir þennan fiskútflutning okkar þegar Bretar fara út. Hvernig getum við notað breskar hafnir eins og við höfum gert til þessa og svo framvegis. Flugið er annað dæmi, það sem geta flogið eða hvert sem þið vilja í raun og veru. Þeir hafa hugmyndaflug til að finna eitthvað völd til að lenda. Þetta útskýrir margt. Brexit að lokum. Hvaða áhrif mun Brexit hafa einkum á sérlagi fyrir Breta annars vegar og Íslendinga hins vegar? Nú er náttúrulega ofsnefnt, maður fylgist með þessum fréttum og þeir segja núna að þetta er loka samningunum, eða þetta eru loka skilmálarnir.
þú veist að þetta eru skilmálarnir og síðan ef að þetta gengur eftir 29. mars að þá fá þau tíma til 31. desember 2020 til að semja efnislega þætti viðskiptamál. En tapar Bretar að græða á þessu? Já, Bretar eru náttúrulega eins og lítið á Ísland, bresta efnahagslífum þessar myndir að þá voru Bretar frekar að fá vind í seglin meiri heldur en í Evrópu. En hvað gerist, það ómulegt að segja það peningarlega. En pólitískt þetta mjög erfitt. 85, hún í minnihluta og af þeim minnihluta eru 85 þingmenn í hennar eigin flokki. Sem hún þarf að snúa. Hins vegar eru aðrir sem segja að það plan B. Jean-Claude Juncker segir það ekkert plan B. En það í Bretlandi segja menn það plan B. Og það var viðtal í morgun, sá ég í BBC, í Steve Kinnock, unga, sem eiginmaður fyrirrennandi forsætisráðherra Danmörkun. Akkurat. Hver var hann boðskapur? Plan B, eina skynsamlega leiðin fyrir okkur að gerast aðilar að EES. Það eina og það svo miðjulausn sem við verðum að miða við ef við ætlum að fá meiri hluta í breska þingi. Það pólitískt hægt? Já, hann segir að það séu, og ef að verkamannaflokkurinn og hún sér eins og þeir segja fyrsta regla hjá stjórnmálamönnum að kunna telja til þess átt að sjá því hvað þeir hafa mörg atkvæði og ef hún fyrir að telja og hún sér ekki að hún hafi þessi atkvæði en það séu atkvæði eitthvað annað sem sé viðunandi, ég meina hvað gera með þá? Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar og það hægt að menn eru ofta vitni í það sem ég hafi sagt og reyna að segja að ég sé sjálfur mér ósamkvæmur á einhver leiti en að þessu leiti hef ég sagt alveg frá upphafi besta niðurstaðan fyrir Breta væri að ganga í evrópska efnahagssvæðið. Og en fyrir okkur? Hvað þýddi það fyrir okkur? Það þýddi fyrir okkur að styrkur okkar og þessa hlut, þeir eru að gangi eftir og þeir eru að vera hluti af evrópska efnahagssvæðinu að pólitísku styrkur myndi margfaldast. Það okkur til, og það til þess að gera kleift að hrista svolítið upp í þessu og styrkja þetta og styrkja, þeir myndi þá koma með sín sjálfstæði sjónarmið sem þess eðlis að falla vel að minniskoðum eins og Normenn hins vegar eru frekar á því að þeir vilja halla sér nær Evrópusambandinu heldur en Íslendingar vilja gera. Þegar maður fara að skoða þetta, þá kemur í ljós að það ákveðin stefnumunur á milli norskra yfirvalda og íslenskra þegar kemur til dæmis að tveggjastóða kerfinu og öðru slíku. Ef að Bretar kemur inn í þetta, þá eru þeir örugglega talsmenn tveggjastóða kerfisins. Það get ég fullvísað ef ekki bara vinna því að fá þá inn í EES. Segðu, fín lokaorð. En við höldum áfram með þáttinn eftir andartak. Þær eru að setjast hjá okkur Margrét Blöndal og Henný Hermanns að ræða bókina Vertu stillt.